Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að fara á stað í ferð sem að við vitum svo sem hvað snýst og hvað muni ske í. Við ætlum að lofa Drottinn svolítið í einhverja mínútur og trúa því auðvitað hann ætli að sjá vel fyrir okkur og gefa okkur eitthvað sem að akkur verði í fyrir vort ágæta trúarlíf og við viðurkennum að ekki veitir okkur af. Við erum semst ekki búin að taka síðasta prófið í þessum fræðum og viðurkennum að seint muni nú að því koma. Og það er auðvitað þakkarefni og tilhlökkunarefni, því að ef svo er, þá höfum við ennþá aðgang að lifandi Guði og munum áfram geta sótt til hans fræðslu, kennslu og uppörvun og hvatningu. En eins og alltaf áður, þá er það mitt að gera þetta. Ég sem einstaklingur þarf að vilja þetta, vilja sækja í það, fara í þetta, og þetta er verk sem að enginn nema ég geri fyrir sjálfan mig. Því að mín trú er mín trú, alveg eins og þín trú er þín trú. Og hvort sem er ég að þú, þá er þetta dagleg ástundun og er í raun og veru eitthvað sem við erum endalaust að tönnlast á, minna á, og það gerum við vegna þess að það er full ástæða til þess. Og þú, eins og ég veist nákvæmlega af hverju það er, að við erum svona svefnlótt fólk. Hugurinn er gjarn á að fara, hinga og þanga með okkur, og það er einmitt ástæðan fyrir því að við erum endalaust að höggva í þetta sama knérun sem er Guðs orð. Og þegar að menn eru konir með þessi mál alveg á hreinu og trúa því að svona sé þetta, því að svona er þetta, þá eru við líka komnir á svæði þar sem svona veruleikinn að þessu leyti er viðblasandi. Við getum verið uppteknir við að segja okkur alls konar, sannfæra okkur alls konar og jafnvel burt skýra sumt. En þó að við meira að segja sannfærist þetta og hitt, þá getum við alltaf stoppað þar og sagt, en hvað segir orðið? Og við þurfum að skoða það, sjáum jafnvel að það kannski er ekki alveg að taka undir þetta hjá okkur, og þá getum við bætt við, og það er sannleikur og það er gott að gera það, orðið mun síðast tala. Þetta er ábending til mín og spurning, ætla ég sem sagt að taka við þessu eða þverskallast við því. En hve margir gera það ekki? Hve margir eru ekki kærlausir með sína trú, jafnvel teljandi sjálfum sér trú það, að Drottinn sjá í gegnum fingur sér með sumt sem við gerum. En það er algjörlega glórulaust og útilokað að Drottinn sjá í gegnum fingur sér með eitthvað. Hann segir það sjálfur. Orðið stendur. Og þessi ákveðnu skilaboð eru til mín til að segja við mig, Konráð, úr því að þetta er svona, skaltu vanda þína trú. Og ég vil gera það og ég veit að þú vilt það líka. Og við erum ekkert að leika okkur neitt með þetta. Við erum ekkert með það uppi með okkur að þetta og hitt, að Drottinn mun ekki sjá þetta. Því hann sér það. Hann horfir orðið sitt, hann er orðið, og segir, þetta vinur er bara ekkert að standa gagnvart orðinu. Og það gerir hann ekki til þess að benda fingri því að þú ræður þínu lífi, heldur til þess að þú áttir þig, snúir þér við og takir upp háttu trúarinnar. Og trúin, heilsteypt trú, miðar við
orð Guðs. Það er hennar reipi, akkilesarhæll, eða það er hennar ankeri sem við getum 100% farið eftir. Þess vegna líka erum við að gera það sem við erum að gera. Þess vegna líka erum við að eyða þessum tíma okkar í að rækta upp trúna, því að við lítum á trúna í dag sem alvöru mál og ekki einhvern þykistuleik sem við getum gert með hvað sem við viljum. Það kann að vera einhverjir séu með þá hugsun að þeir geti bara gert með þetta hvað sem þeir vilja. En ég segi, og þú veist það jafnvel og ég, að þetta er röng ályktun. Og Drottinn er ekki hrifinn af því ef ég og þú erum með rangar áherslur á það sem er hans. Því að það þarf enginn að vera með rangar áherslur hvað sig Guð varðar. Því við erum öll með aðstöðu, jafn mikla aðstöðu til þess að ná sambandi við hann hér og nú. Af hverju? Ef þú sérð hvernig þetta er uppbyggt, þá liggur svarið ljóst fyrir. Þú í Drottni, þá er hann í þér. Og nú erum við að tala um hjarta mannsins. Þannig að þú sérð að sambandi er nú orðið verulegt og það er ekki langt í Guð. Þetta segir hann á einu stað, það þarf enginn að fara eftir mér til heiminsins. Það þarf enginn að fara eftir mér niður til jarðarinnar og tósa mig upp. Þannig er bara það sem þú ert. Fyrir þína trú býr hann í hjartanu. Og þar bara er hann svo lengi sem að þú ert hér á jörðinni og vinnur þau verk sem að þú vinnur þar. En sumir taka sér tæki og þeir ganga Guðs veg, vinna Guðs verk þann tíma sem þeir eru hér á jörðinni, og það er einmitt það sem að hann vill að ég og þú gerum. Við séum þarna á vellinum. Og þá erum við að vinna góð verk, erum með að blása í lúðra sem kalla á fólk til samfundar við lifandi Guð. Og þetta er köllun okkar allra í grunninn, en svo getur verið, eins og er náttúrulega kallanir manna misjafnar þegar kemur að þessu, en allra kallana er að boða trú. Það verður engu hlíft í því. En sumir hafa líka auk þess að boða trú, hafa þeir köllun til þess að kenna, til þess að leiðbeina, til þess að vera kokkurinn í eldhúsinu sem útbýr matinn. Sumir eru bara í að kalla fólkið og síðan eiga söfnuðirnir að taka við þessu ágæta fólki, og þar eru kallar og kellingar eins og ég og þú sem að sinna fræðslunni. Eru sem sagt kokkarnir sem að matreiða. Þannig að þetta þarf alltaf að vera til staðar. Þannig að við getum ekki verið allt í öllu þannig séð. En við eigum að hvetja menn til þess að finna sinn stað, sína köllun og vera þar fyrir þín köllun. Já, mín köllun er til að mynda það sem ég er að gera. Og Drottinn sagði mér það fyrir margt löngu að mitt hlutverk í raun og veru væri að hvetja og byggja upp þá sem væru trúaðir. Og jafnvel að halda utan um þá sem væru lengra gengnir, því að þannig bara er það, að þó við séum lengra gengnir, ættum að vita svo margt og vitum auðvitað margt, að þá er okkur jafn mikil hætta búin, eða svo má segja, eins og hver sem er. Við þurfum öll að fá utanumhald, fá aðhald, fá kennslu sem hæfir hverju og einu okkar. Af hverju? Af því við erum á misjöfnum stað. Við erum komin misjafnlega langt á veginum. Höfum nærst misjafnlega mikið og erum svona, en þarna er Drottinn líka, hann veit af þessu og sinnir öllum þessum málum og er með því
er því með menn og konur í stöðum sem eru til þess að takast á við þetta. Og hann setti mig í það að vera með fræðslu og kennslu sem tekur svolítið við þessum lengra komnu. Og ég segi, og þú veist það jafnvel og ég, að það alveg full þörf á að vera með þau líka í hugsi. Af því öll erum við fólk og ég þarf ekkert að segja fræðaði mikið það hvernig þessi yndislegi hér, það sem hér undir fer með okkur og þar erum við öll. Þar eru sveiflurnar allar í gangi. Og þetta það sem að glímuefnið við. Þetta það sem orðið vil takast á við. Koma skikki á. Og þarna skiptir engu máli hvort þú sért búin að vera lengi eða stutt. Þú ert með allt og mörg vandamál, og ég líka, að þessu leyti, og miklu fleiri vandamál en ég nokkun tíman vildi. Og stundum spyr maður sig sjálfan, byrju maður virkilega ekki komið lengra en þetta. En það nákvæmlega það sem að við erum nákvæmlega ekki komin lengra en þetta. En við getum hins vegar hafa vaxið í trúnni, við getum hafa þroskast í trúnni, við erum öflugt trúað fólk. En svo erum við líka þetta fólk sem erum að sveiflast til. Láta geðið innan geðsalapa fara með okkur svolítið niður í myrkrið. Okkur virðist nú líka nokkuð vel þar. En Drottinn gerir í því að tosa okkur upp úr myrkrinu, þó þetta sé svona rökkur, ekki bikamyrkur. Ég trúi því að við förum nú ekki svo langt með okkur, en það er svona rökkur í kringum okkur. En rökkurinn er Drottinn ekki vel við að þessu leyti. Hann tosar okkur upp í birtuna og þar vill hann hafa okkur. Og hann gerir það með verkum sínum, orðum sínum, aðhlynningu sinni, kærleika sínum, uppörvuninni sinni, því allt þetta saman lyftir okkur upp í þessa birtu þar sem hann býr. Og þannig er það nú bara, það eru einhver skuggar, dökkir blettir neinstaðar þar sem Guð er. Þannig við sjáum að hann vill hafa okkur hjá sér og við sjáum líka að hann vill hafa okkur í skjanna birtunni því hann er þar. Hann veit alveg hvernig við höldumstum þar og hann dælir út kennslunni alveg lón og dón og við vitum þetta. Ekki til þess að þreyta okkur á allir þessari kennslu, heldur vegna þess að hann veit að við þörfnumst þess og við sem erum svona rétt þenkjandi fólk, viðurkennum þetta fyrst allra manna að svo sé. Ég skal viðurkenna það fyrstur fyrir mína parta að ég hef svo sannlega þurft á öllu þessu aðhaldi að halda fyrir mína trú og fyrir mína göngu með Jesú. En ég hef búin að vera á þessari göngu í 30 ár og ég segi ykkur það og ég stend við það að ég hef vaxið mjög mikið á þessum tíma. Ég er ekkert sami blái drengurinn og enn blautur og bak við eyrun þegar maður var að skoða þetta allt saman í þeim ljóma sem kom til að byrja með. Það er allt saman farið og raunveruleikinn er eftir og ég raun og veru stendur Drottinn einn eftir. Ég og Drottinn saman. En hann kennir mér að elska sitt og hvað á hann? Hann á söfniðina, hann á þig, hann á mig, hann á okkur. Og þetta ber mér að rækta, hlúa að og umfram allt elska, því að Drottinn er elska og hann vill að ég sé líkur sér að því leyti til. Þess vegna vill hann alltaf toga mig upp í skjanna birtuna. Hún líkar ekki vel að rökkur umluki mig, en það gerir það því miður alltaf oft og ég held að þú sért á sama stað hvað þetta varðar sjálfur og sjálf.
Þetta allt saman ábendingar og tilmæli til mín að taka við kennslunni og fara aldrei með sjálfan sig inn á þær lendur að við getum sagt að ég er búinn að vera svo lengi í þessu, ég er búinn að heyra þessar ræður svo oft að ég held að sé nú alveg óvægt að fara kannski að breyta þessu Þetta getur sagt þetta og það mun engin banna þér að segja þetta, en þetta er röng afstaða, svo mikið veit ég. Og Drottinn vill ekki að við séum að fóðra okkur með röngri afstöðu. Heimurinn aftur á móti er fullur af þessu að hann bara býr eitthvað til og segir að þetta er í lagi. En Drottinn segir þetta er algjörlega út úr róa hetti, algjörlega út úr kú. En við aftur á móti að því við erum ekki Guð, sjáum þetta okkar augum, þá segjum við þetta nú allt í þessu fína lagi. Og við sjáum þessa afstöð bara út allt í kringum okkur og hvað í raun og veru höfum við ekki bara sagt að þetta er allt í þessu fína lagi með allt þetta sem er að gerast í kringum okkur, út í samfélaginu. Við bara meðtökum þetta og segjum að þetta er allt í þessu fína lagi. Ef fólki vill þetta þá bara leyfum við það. Þetta svimtaðis og martaðis er hrein ósveina. Svo fyrir utan það er þetta háskalegu gerningur. Þetta er eitt af því sem að Drottinn vill að ég og þú sem þetta trúaða heilsteita fólk bendum á. En núna erum við komnir út í aðra sálma en þá að standa varðberg fyrir sjálfan sig. Þannig erum við konum í aðra sálma, víðari sálma, sem tekur á samfélaginu líka. Því að Drottinn vill fá að leiða samfélagið fyrir gegnum sitt fólk í rétta átt. Og þetta fólk er í raun og veru að gera það. Hvort sem við tökum eftir því að játum það ekki. Þegar Drottinn mun sjálfur sjá til þess að orð sinna manna og kvenna hafi þau áhrif að þeir sem að til að mynda leiða stjórnvöld taki við svona ábendingum. Hefur ekkert með mannin að gera sem talar eða konuna. Þetta eru bara orð sem eru viskuleg orð og þegar viskuleg orð eru sögð þá grípa þau furðu margir. Og þeir sem að kannski eru í stjórnunarstöðum kannski betur vegna þess að í raun og veru eru þeir alltaf að leita að einhverju svörum til þess að leiða sitt fólk og það sem þeir eru að gera betur þannig að verkin verði betri, gagnist fleirum og svo framvegis. Þannig að það er alveg eðlilegt að þetta fólk sé með opin eyru og grípi orð sem að eru viskuleg orð og ég get lofað ykkur því að færri koma fram með viskulegri orð en trúa fólk. Fyllt heilugum anda, talandi út vilja Guðs. Þannig að hann sér alveg sína. En okkar að stíga fram og leyfa, eins og við erum alltaf að tala hér og þetta er svo mikilvægt að þetta sé gert, að leyfa Guði að vera Guð. Við höfum ekki að múlbinda uxan þegar hann þreskir, segir. En þegar við erum að leggja ykkur að byrða hvort og annað og slá á fingur að segja ekki svona og hitti, þá erum við ekkert annað að gera en að múlbinda Jesú nafn. Að vísu tekst okkur þetta ekki, en þetta getur verið hindrun á veginn vegna þess að sá sem ber Jesú nafn, ég og þú, við erum bara fólk og það er ekki alltaf erfiðasta verk á öllu erfiðu verki að slá okkur niður. Þess vegna eigum við að styðja hvort annað. Og við gerum það svo sem, ég veit það alveg, en kannski ekki alltaf. Og þannig er það líka með allt mannlíf að það styður ekki alltaf. Þó að það gerir það nú kannski svona í flestum tilvikum, ég tala nú ekki þegar menn eru inn á þeirri línu að þetta sé einhvað sem þurfi að vera. Og jafnvel þó við séum með þessa afstöðu varðandi kristna trú, ég veit að kristinn maður
hann vill þetta, að þá er ekki þar með sagt að í öllum tilvikum þá standi menn með. Það er svo margt sem getur gerst hjá okkur. Við erum þetta í dag, við erum að ná morgun og þetta vitum við. Það er með þetta sem við erum að tala um. Það er þessar sveiflur í okkur sjálfum. Og ég spyr bara, hver þekkir ekki þetta? Við erum merkt vonbrigði. Og vonbrigði geta komið af svo mörgu. Við treystum Guði. Svo allt í einu er komin upp einhver sjúkdómar í okkur sjálfum. Og við snúum okkur á Guði. Ætlar þú ekki að vernda mig? En akkur þá þetta. Og þarna sjáum við, þegar við komum á þessa staði í okkar lífi, þá sjáum við hvað við höfum verið að gera með okkar trú. Ef maðurinn og konan, ég og þú, breytust í ásakandi, bendandi fingur út í Guð vegna þess að þetta skeiði, þá erum við ekki með rétta mynd af Guði, fyrst og fremst, og þetta vitum við. Drottinn leggur ekki meira á mann heldur hann að þolir. Og hann er ekkert í því að kasta sjúkdómum á einn og annan. En svo segir hann inn í það að allt geti hent alla. Þannig að hver sem þú ert, hvað sem þú reynd, þú gætir lent í hverju öðru sem aðrir menn lenda í. Og þetta er eitt af því sem að trúin er að sýna okkur aftur og bak og áfram. Og við í barnaskap okkar, jafnvel það er svo margt sem gerist, erum jafnvel að dæma þetta fólk að það hlýtur að vera synda, finnst þetta að lenda í þessu. Man hefur heyrt svo margt vegna þess að við erum svo mörg en brjóstmylkingar. Brjóstmylkingar að því leyti til að við höfum ekki þroskast eins og við ættum að þroskast. Og þegar við þroskustum ekki, að þá gætu við verið þetta fólk sem bendir á eitthvað sem fær einhvern krankleika og fyrsta orðið sem kemur upp í hugan er synd, hann er verið að synda. Hvort var það faðir blindamannsins sem syndaði eða móðir úr því að þessi fæddist blindur, við munum eftir þessum orðum. Þetta var það fyrsta sem kom upp í huga þessara ágætu lærisvenna, það gæti hafa verið ég og þú. En Kristus segir, ekki er það vegna þess að móðir eða faðir hafi syndað. Heldur er þetta verk til þess að opinbera dýrð Guðs á þessari manneskju. Þannig að hann sér þetta allt öðrum augum heldur við. En þetta eru augu sem hann vill gefa mér og þegar eitthvað gerist sem okkur kannski fyndist að hefði nú ekki átt að gerast, það er svo margt sem okkur fyndist að hefði ekki átt að gerast, þá sjáum við þetta samt réttum augum og að fingurinn bendandi fer ekkert á loft. Og þá spyrjum við ekki drottning hvort var það faðirinn eða móðirinn sem synduðu úr því að þetta barn fæddist blind. Við kannski hlægjum að þessu en ég segi það ekki hlægja þessu því að við erum oft á þessum stað sjálf. Oft á þessum stað sjálf. Og ég get sagt þér það, kæri vinur minn, að ef að menn lenda í einhverju og fá svo framan í sig einhver orðum þetta að þarna sé synd og eitthvað, er bara svívirða. Það er líklega fátt sem hryggir manneskju sem í lendir og heyrir meira en þetta. Þetta er eitt af því sem að þroskin í trúnni gefur okkur. Þroskin í trúnni með öllu því sem að trúin vill hafa með býr til þennan kærleika. Þessa orðvendni. Og menn sjá og skilja ýmislegt vegna þess að þeir eru þetta þroskaða fólk. Og það hvarflar ekki að þeim neina slíkar spurningar eða vangaveltur einhverja synd þó einhvað gerist sem ætti ekki að hafa gerst.
Þetta er eitt af því sem að þessi trúar ástundun er að búa til í okkur, að við fáum skilning á öllu svona, svo náttúrulega er yfir þessu kærleikurinn og hann í raun býr þetta til. Það er í kærleika þínu sem þú ert ekkert að fást nein svona verk í huga þinn. Þetta er ávinningurinn af því að vaxa í sinni trú, að ástunda sína trú og vera á þeim stað með sér sjálfan að þetta verður dagleg iðkun og manninu tamt að gera á hverjum degi með einum og öðrum hætti. Þetta er gerlegt og það geta þetta allir sem vilja. Ég veit að margir eru upptekið fólk og ég var sjálfur í vinnu og þurfti að mæta á morgnana og hafði ekki allan þann tíma sem ég hef í dag til þess að rækta mína trú. En ég gerði það sem ég gat. Ég var með lítið hver sem ég átti lengi vel og notaði allan þennan tíma. Það var nokkur orð úr orði Guðs og svona smá hugleiðing og þetta las maður. Eitt lítinn, bara pingulítið hver og nokkur orð og þetta gekk maður með út í daginn. Af hverju gerði ég þetta? Vegna þess að ég vildi það sjálfur. Ég vissi stöðu mína, ég vissi að ég var með þetta svona átti ekkert rosalega góðan aðgang að því sem ég á í dag og átti reyndar engan aðgang að því, en þá varð maður að gera sitt. Búa þetta til bara sjálfur. Fara út í lexíuna bara án þess að nokkur ýtti manni af stað. Og reyndar hefur nú trúaganga mín verið mikið þannig að maður hefur bara att sér út í eitt og annað sjálfur. Og ekki svo mikið verið hvattur til að fara þetta, en auðvitað kemur það fyrir, en það er eitthvað sem ég hef aldrei lagt ofur áherslu á, að einhver kæmi til mín og ýtti mér í gang eins og hleypi mig í gang eins og kannski einhvern tímann var sagt. Við vitum bíl sem að engan hefur startar hann, þá áttu menn til að hlaupa hann í gang eins og sagt var. Og hann fór í gang. En með startaran í að þá bara settist þú inn í þinn bíl og snerir lyklinum og þá sneri startaran og bílinn fór í gang. Þannig að þú þurftir ekkert að hlaupa hann upp. Með öðrum orðum, að bílinn var í lagi. Eins er það með trúna. Við þurfum að hafa hann í lagi. Og þess vegna erum við með að vinna svona þátt og höfum verið að gera, þessar markmiði er það að þú byggir því þannig upp að þú skiljir út á hvað trúin gengur og skiljir og vitir að allt geti hent alla. Já, hvor nú syndur eða hvor ætlaði við synda mamma eða pabbi úr því að drengurinn fæðist blindur. Trúið að þessi hugsun er allt og oft uppi. Allt og oft, þannig að við gerum ekkert lítið úr þessu því síður hlægi við hátt að þessum viðbrögðum ágætra lærisveina Drottins. Ekki er það vegna þess að faðir hans eða móðir hafi syndgað, heldur er þetta verk Guðs til að hann verði opinber og dýrlegu gjör af því sem að, já, hann gerði. Og hvað gerði hann? Hann opnaði augu blindra, þessa blinda drengs eða manns sem var orðið fullorðinn maður þá. Hann opinberaði dýr sína þar með. Og hann notaði þennan mann til þess að dýr sín opinberaðist. Og hann vill nota þig og mig til þess að dýrð Drottins opinberist í þeim verkum, góðu verkum, guðlegu verkum sem ég er að gera. Þetta er hugsun Drottins fyrir því með mig og þig sem trúaðra manneskju. Þannig við sjáum ósvinnuna og vitleysuna ef við viljum síðan ekkert rækta þetta. Við erum með jafnvel hangandi hendi yfir því hvort við eigum að fara út í þessa sálma í dag.
En samt allt í okkur sem að hrópa, gerðu þetta, gerðu þetta. Hvað það sem hrópar svona svakalega í þér og mér? Það auðvitað trúin. Það heilagur andi sem að láta á sér bæra. Hann í beinu sambandi við Herra sinn, Jesú Krist á himnum. Og hann sleppir engum. Þetta nú það sýni sem að Drottinn hefur gefið mér á þess ágætu trú. Og ég hef alveg haldið í þetta. En ég eins og þú og allt og margur undan að maður ofta að berjast við þetta, já, allt og mikið. Af hverju? Þú vitir það bara ekki. Það bara vegna þess að ég bara manneski eins og þú. Með tilfinningar og hugsanir sem eru ekkert alltaf að fara með manni neitt réttar áttir. Auðsærð manneskja, alveg eins og þú. Og svo framvegis, ekki svo að skilja að neitt ger í því að særa. En stundum erum við bara á þeim stað að sumt sem fólk segir særir mann. En það var ekkert nein ætlunin að særa. En svona bara eru við. Og það líka annað við þetta að það mjög erfitt að ráða við svona laga. Þess vegna vill Drottinn byggja upp í okkur viðbrögð sem taka rétt á málum. Og það orð Guðs sem að byggja með þessum hætti. Þess vegna þurfum við að ástunda það sem rétt frammi fyrir Guði og núna fengum við í dag til að gera þetta og spurningin við að sinna þessu? Já, ég veit það ekki. Ég allavega að sinna þessu verki núna og þú ert að hlusta á þetta verk sem að Drottinn að frambera þér fyrir minn munn, að því ég að sinna og hlýða kölluninni og átta mig á hver staður minn í Guði Drottinn sér rest. Drottinn sér uppbyggingun af þeim orðum sem hér eru töluð. Eina ábyrgð mín að ég þó fer og geri þessi verk. Hver árangurinn ég trúi því að hann sé nokkur, en í raun og veru kemur mér hann ekkert við því að Drottinn sér rest. Bara eins og þegar þú ert að tala til mín, hver þú ert, það hafa margir talað til mín, og sumt af þessu sem að þeir hafa talað og þær hafa talað hafa orðið eftir. Og það vinnst úr því þar og hver að vinna það þar? Þetta Drottinn minn í mínu hjarta. Þú vistir ekkert af því. Og þar heldur ekkert að vita og það getur verið gaman fyrir fólk að vita árangur af því sem að það að tala. Það ekkert að tala. Drottinn að tala. Það nú leyndardómurinn í þessu öllu saman. Það Drottinn að tala. En þú hins vegar sérð manneskjuna, mannin eða konuna sem að stendur segjum í púlti eða bara hér eða hvar sem annars staðar sem En Drottinn að tala. Og verðið þú fyrir einhverju jákvæðri svona með þér innra og þú sérð að þarna eitthvað sagt af viti og eitthvað verður eftir sem að þú finnur að það verið að vinna meira með, þá ertu viss það að Drottinn að gera sitt verk og það mjög mikilvægt einmitt að við áttum okkur á því að Drottinn að vinna verk, já, þegar einhver uppljómun verður og þú skilur reikningavers betur af því sem þú heyrðir. Af hverju? Af því þarna var Guðsmanneskja að tala, Guðsmanneskja rétt eins og þú ert sjálf og sjálfur og þú sért þessi Guðsmanneskja sem talar og kennir öðrum, þá vil Drottinn líka fá að tala til þín og kenna þér vegna þess að þú ert manneskja. Og þarft alveg eins og alla aðra manneskju á honum persónulega að halda og hann sinnir því. Þannig að sá sem að kennir, hann á engum öðrum stað en hver sem
sem átti trú. Ef einhver þarf á Jesú að halda, þá þarft þú það líka. Hver sem staða þín hvort sem þú ert kennari og alveg frábær kennari, þá þarft þú að beina trúarspjótunum þínum að þér sjálfum og leyfa Drottni að tala til því. Og hann getur gert það til að mynda með ræðu annara bræður og systra, og það bara leiðin sem hann hefur. Og þess vegna auðvitað mætum við á samkomurnar okkar og tökum þátt í samkomunum svona eins og já, bara ætlast þér til að við gerum, vegna þess að við trúum því að það sé eitthvað þar sem að muni gera okkur gott, vegna þess að við höfum svo mikla og góða reynslu af því að mæta. Svo fyrir utan það, ef þú mætir ekki, það kemur mjög sjaldan sem ég kem ekki. En samt það þannig, þegar ég kem ekki, þá kemur svona ákveðin ruglingur á manns líf. Af því að til dæmis sunnudagssamkomurnar segjum það, þær eru búin að vera svo lengi viss partur af manns lífi, svo einhverja hluta vegna þá mætir maður ekki, sem gerist mjög sjaldan og ætti helst aldrei að gera. Þá finnum maður það smá ruglingur á þessu öllu saman komin bara við eina samkomu sem ég fór ekki á. Sjáu þið ekki hvernig Drottinn í raun og veru að benda mér á, og þér líka og okkur, á mikilvægi þess að stunda sína safnaða samkomur. Það segir frá því í orðinu að sumra síður sé að vanrækja sína safnaða samkomu. Þessi orð ekki sögð bara út í blá, en að því bara. Þetta sagt til þess að venda okkur, til þess að við stöndum ekki frammi fyrir því eins og ég, og mér fannst það nú reynda bara gott að einhver ruglingur komin á manns líf vegna þess að maður gerði ekki þetta. Nákvæmlega, gerði ekki þetta. Gerði ekki þetta góða verk fyrir sig sjálfan. Þetta við sjáum að ræðan til þess að árétta sumt, hamra á sumu og umfram að bæta við þekkinguna og hugsununa að við verðum að standa okkur frammi fyrir Guði, fyrir okkur sjálf. Því að þannig það nú líka að á endanum þá snýst þetta allt mann sjálfan. Mína trú, vöxt í minni trú og svo framvegis. Og ég einstaklingur og þú ert einstaklingur og þú segir það sama. Ef ég þarf það, þá þarft þú það líka. Þetta það sem Drottinn vill kenna okkur. Þetta það sem Drottinn vill að við vöxum í. Þannig við sjáum að vöxtur verður að vera. Það verður að verða einhver smávegis vöxtur í hvert sinn sem þú tekur fram einhvað sem þú ætlast til að byggja þig upp. Best að byggja þessu upp beint upp úr bókinni, og þess vegna hvetjum við menn og konur alltaf til þess að taka fram hverju sitt og lesa. Ég lesi 1 kafla á dag í mörg herrans ár, alla mína trúargöngu. Það er mjög gott og stundum gerir maður meira. Stundum leggst maður aðeins yfir þetta sem maður var að lesa og ígrundar betur, leggst yfir það. Það gerist nú annarlega hjá mér að þegar ég lesa þá hoppar eitthvað orð til mín og það væri þó orðið sem að ég myndi ígrunda, en stundur reyndar geri ég það ekki þó eitthvað hoppi til mín. Þannig að maður kannski segur að því leyti til, en það gerist, ég held að það gerist bara alltaf þegar ég les orð Guðs, kaflan minn, að þá hoppar eitthvað orð út sem ég gæti alveg stúdera aðeins betur. Þannig að Drottinn lætur ekkert neinn leggja einhverja höng upp á bakið og sér, hann sér sitt. En hann er góður, hann skipar engum neitt, en lætur á þitt vald hvort þú ætlar að sinna þess eða ekki. Það er nú eitt af því sem maður hefur séð, og það er engin þrýstingur á mig að gera þetta. En ég veit hins vegar að það gleður hann mikið til gleði ef ég fer út í verkið, og það gleður mig auðvitað sjálfan, því að fátt geri ég skemmtilegra heldur en að stúdera orð Guðs og stúdera það sem hann er að gera, og það er mín ær og kýr í dag.
Þetta er það sem maður hefur áunnist með því sem maður hefur verið að gera og hefur verið að leggja rækt við í allan þennan tíma í 30 ár. Yfir 30 ár og þú munt sjá mig við þetta verk svo lengi sem að þessi yndislegi maður dregur andan. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.